Já, góðan daginn. Þá var það 5. aðferðin, en sú aðferð er þekktust fyrir nafnið Shetlandsaðferðin, en er einnig kölluð skoska eða Scottish aðferðin, old style eða prjóna frá mjöðmu. En eins og það segir, þá erum við með prjónabelti. Beltið er svona leðurbelti með götum og það er fyllt. Þannig að þegar þú stingur prjóninum í, að þá helst hann fastur. Þetta er síðan sett utanum hérna mjöðmina og fest svona og liggur hérna utanum niður fyrir prjóninum. Og þá er það eins og með annarri aðferðinni í leðurnýting að þá erum við með langan prjón og eins og áður þá er ég með hérna sama prjónin sem er 35 cm en einnig er hægt að fá þá upp í 40 og ef ekki lengri en það er víst mjög erfitt að fá það lengri. Og þá er stungið bara hérna í eitt gatið. Svona. Og á móti kemur að þá ertu með hægri hendina lausa og eins og með English style og hina aðferðina að þá er haldið í Shetlands aðferðinni með bandið í hægri hendinni. Nú stendur prjónin bara hér og í góðri hæð og ég get þá prjónað og við notum sömu aðferð að henda bandinu utanum. Einnig hefur séð í þessa aðferð að þá er prjónað með síðan tvíbandaprjón með hinum litnum í hægri hendinni. En þetta minnkar álag á axlir en þú þarft heldur ekki að halda á öllu þyngslunum í hægri hendinni. Einnig er margar spurningar sem koma upp að er hægt þá að prjóna í hring og svarið er já. Það er hægt að prjóna í hring, en þá er sama aðferð og að prjóna með 5 sokkaprjónum í hring, heldur eru notaðir bara 5 stóri prjónar í hring. Þannig að þá eru bara fleiri prjónar í gangi. Og sama með hina aðferðina, þegar það á að gera brauðið, er bandið nú fyrst staðsett fyrir framan, stungið í lykkjuna og svo er hægt að snúa. Með beltið þá stingum við prjóninum sem við erum að fara að prjóna á í. Höldum með hægri hendi. Svona. Og stingum svo prjónunum í gegn, snúum og drögum í gegn. Yfir, svona, höldum þessu hérna áfram. Að framan. Og hendin er hérna alveg laus til að ýta á lykkjónum og snúa fyrir bandinu. Síðan þegar á að gera brauðið, setjum við bandið fyrir framan, stingum inn í prjónin, snúum og drögum í gegn. Svo snúum við aftur og fyrir framan.